Herri, þá ætlum við að kíkja á svona íbúð eins og er hérna, eða hús, og læra að gera það í SketchUp. Þá byrjum við á því að teikna bara einhvern svona sæmilegan grunnflöt, þannig að við smellum hérna á einhvers staðar á hornina og við horfum núna neðst hægra megin á blaðsíðuna, neðst hægra megin, þá sjáum við þessu tölur hérna. Ég ætla að fara með þetta upp í cirka 15 x 15. Einhvers staðar í grendina við það, þarf ekki að vera nákvæmt. Þetta eru rúmlega 200 fermetra íbúð eða hús og við ætlum að hafa þetta svona nokkur rúmgott hjá okkur. Það sem ég vil gera núna líka er að ég vil hafa bílskúr hérna hliðina á, þannig að ég ætla að teikna hérna annan kassa bara frá þessu horni og hann verður svona kannski 6 x 4 metrar. Já, eitthvað svoleiðis. Svona, og síðan vil ég gera hérna eina hliðina öðruvísi. Þetta sé ekki svona bara kassalega hús. Gera kannski eina hlið svona og svona og síðan kannski geti ég gert smá hérna boga. Eitthvað svona. Ok. Það sem ég vil gera núna er að ég vil taka þetta línu sem eru svona inn í húsinu eiginlega, eins og þessi lína og þessi hérna lína. Ég vil bara vera með útlínunar eftir, eins og hérna. Þannig að það sem ég ætla að gera nú næst er að búa til þykkt á veggnum. Búa til þykkt á veggnum og þá þarf ég að fara hérna í það sem kallast offset. Sjá hvað ég fer inn í push-pull. Það koma upp þessi 3 hnappar og ég smelli hérna neðsta sem heitir offset. Og þá get ég bara smellt hérna einhvers staðar á þetta yfirborðina og síðan ef við dreifum músum til þá sjáum við hvernig ég er að minnka þetta hérna. Og ég ætla bara að hafa þetta tiltölulega þunnan vegg. Ég geri bara cirka bara svona. Þannig að þetta er útlínu hússins. Núna ætla ég að fara að teikna einhverja veggi og hérna ég ætla að teikna hérna til dæmis vegg fyrir bílskúrinn. Ég fyrir að teikna eina línu. Ég vil hafa vegg hérna. Gerir svona. Hérna það. Ég get breytt þessum þykktum eftir að hafa ekki ágjör. Ég vil síðan hafa labbað hérna einhvers staðar inn í forstofu. Hérna kemur svort forstofuherbyggi og ég er svona. Þetta verður klunnulega stór veggur hérna en það er ekki okkur, ég get fært þá eftir. Og síðan ger ég hérna einhvern annan herbyggi hérna og þið eftir að hérna eftir að gera þetta aðeins nánar hjá ykkur, gera fleiri herbyggi og svona. En sem ég ætla að gera núna, ég ætla að taka allar svona línur sem eru eins og þessi lína hér, svona bútar. Taka hana, ég smella á hana og gera delete. Ég ætla að taka þessa línu hérna líka. Ég ætla að taka þennan hérna bút líka. Því sjá ég er að opna þetta allt en það verður svona ein heild. Ég er að taka þessa línu hérna líka. Hvað meira? Já, hérna þarf ég að taka línur. Ég skal sýna ykkur af hverju ég er að gera þetta. Svona, ég er að gera þetta af því að þegar ég fer hérna og er búinn að búa til öll mín herbyggi, þá get ég farið hérna í push-pull, farið hérna og þá hækka ég alla veggi hússins. Hækka alla veggi hússins og ég ætla að hækka það í cirka 2,3 metra. 2,3 metra, eitthvað svoleiðis. Það verður svona. Og það sem ég get gert núna, ég get tekið þessa veggi og breytt þeim, þeir eru svolítið klunnulega þykkir af mér. Þá get ég nota push-pull, bara fyrir og ítt þessu hérna einu sinn, ítt þessu vegg aðeins hérna, tekið þennan vegg, ítt honum inn, það var kannski aðeins svo mikið.
og svo framvegis. Það sem við þurfum að gera næst er að við þurfum að hafa hurðar hérna. Þannig að ég ætla að hafa aðalinnganginn minn hérna. Þá teikna bara einfaldlega hurð hérna á þetta. Eitthvað sirka svona. Síðan þegar ég ætla að gera sjálft gatið, þá þarf ég að nota push-pull. Þá smelli ég á hurðina mína og sjá ég get dregið þetta út og ég get ýtt þessu inn. En það sem ég þarf að gera, ég þarf að fara með, sjáuð hvar ég er með bendilinn minn. Ég er með hann á kantinum á veggnum, innri kantinum. Hérna byrja maður á þessum kanti með þessu hurð og ég ætla að fara á innri kantinn. Og þá verður þessi hurð með enga þykkt og þá þýðir að hún hverfur. Sýndi ykkur þetta aftur. Ég vil hafa aðra hurð hérna. Akkur þetta hverfa svona. Ég fer í push-pull, smelli á hurðina og ég fer með bendilinn hérna á vegginn hérna. Ég er á aftari veggnum. Síðan myndi ég gera stærri hurð fyrir hérna bílskúrinn, fyrir bílinn okkar. Síðan það sem ég vil gera er að ég vil setja eitthvað glugga á húsið mitt. Og það er svipað, ég get þá gert hérna glugga ringlega eða hvað sem er. Ég geri push-pull, smelli á hringinn og ég fer með bendilinn hérna á innri kantinn á veggnum. Og þá komið gatan í gegn. Ég get líka teiknað eitthvað form. Ég þarf bara að passa með að vera alltaf on face. On face. On face. Nú get ég gert push-pull og þá er ég komið með gatan í vegginn. Næsta sem við viljum gera, við viljum setja eitthvað áferður og liti á húsið okkar. Þannig að til dæmis ég vil setja parkettinn inn, að þá fer ég í þessa málningafötu. Þá kemur upp þessi valgluggi hérna hægra megin. Ég smelli á þetta stækkunargler hérna og þá kemur hérna fullt af valmöguleikum eins og asfalt eða konkrít, bara colors, glass eða mirror og svo framvegis. Ég vil fara í wood og finna hérna eitthvað flott parkett. Ég tek þetta hérna. Síðan bara smelli ég á þau yfirborð sem ég vil að það sé parkett á. Þið vil ekki hafa parkett á klóstinu ykkar, þannig að passa ykkur því. En þið þurfa ekkert að hafa parkett, þið getið haft líka hérna bara carpet. Það er hérna carpet, það er teppi. Síðan getið þið fundið ykkur liti til þess að setja hérna í herbygginn ykkar og á veggina. Þannig virka materials. Síðan það sem ég vil að ég geri, ég vil að setja þetta inn einhver húsgögn. Við viljum setja inn einhver húsgögn. Það gerum við með því að fara hérna í þetta hérna tákn. Þetta kallast 3D warehouse. Smelt á það. Þá poppar upp þessi gluggi og hérna get ég leita að bara húsgögnum og alls konar dót til þess að setja í hérna í íbúðuna mína eða húsið mitt. Og ég ætla að leita það sófa og þá fæ ég lista yfir sófa og ég smelli bara á eitthvað sófa hérna sem ég líst vel á, bara hérna til dæmis. Smelli á hann og þá kemur hérna eitt hérna stendur file size. Þetta er 22 MB, það er allt of mikið. Við viljum ekki 22 MB, það er óþarflega mikið. Það mun hægja svolítið á tölvunni ykkar. Þessi 4 MB sem er líka svolítið mikið, en látum við það. En gerið þetta síðast, setjið húsgögnin og bílinn alveg síðast, af því að þetta er svolítið hægir á öllu. Og núna vil ég bara setja þetta hérna. Ef ég vil snúa þessu, þá get ég gert það með því að fara hérna í, ekki þetta hérna. Hérna er eitthvað sem heitir rotate og ég get bara sagt að ég vil snúa þessum þennan punkt. Og síðan hérna get ég stilt í hvað átt. Nei, wow. Afsakið. Fyrst þarf ég að velja sófann. Síðan get ég farið hérna í rotate. Og síðan get ég hérna snúið sófanum. 90 gráður eða hvað er sem ég vil. Ég get síðan fært hann.
með því að fara í þetta move tool hérna. Þá get ég sett hann á þann stað sem ég vil að hann sé. Þá held ég að við getum verið komið með íbúð sem einhvern veginn sirka bát eins og þetta hérna.